Komið sæl, kæra áhorfendur. Ég heiti Gunnar Björn og með mér Ómar Olgeirsson í kvöld. Við ætlum að kíkja á leik með Hilton og Team Akureyri. Hvað segir það, Ómar? Mér finnst bara vel á hana leik. Þetta eru tvö mjög góð lið og Team Akureyri var einmitt síðast. Þannig að hörku leik og það var mikið aksjón, þannig að við fáum örgulega aksjón í kvöld. Já, Hilton, þeir eru búin að vera að leiða mótið en þeim fataðist aðeins flugið í síðustu umferð. Hvað gerðist þið hann? Já, þeir fengu skell í síðustu umferð. Þannig að já, þeir voru bara ekki taplausir held ég bara fram að því. Þannig að þetta er fljótt að breytast. Já, þeir spiluðu í síðustu umferð við Tíminn og Vatnið og fengu einungis 0,35 stig meðan Tíminn og Vatnið skellti sér upp í þriðja sæti og eru konum með 60,18 stig. Já, Tíminn og Vatnið var einmitt bara neðst eftir 2 umferðir en það getur allt gerst í þessu. Já. Þú hlýtur að vera sáttur við það, ekki? Jú, ég var alveg sáttur. Ég er einmitt í þeirri sveit, sko. Já. En ef við kíkjum að þessu stöðuna, þá er Grant Thornton, þeir eru efstir með 63,69. Info Capital er í öðru sæti með 62,69. Svo komið þið í Tíminn og Vatnið, 60,18. Þetta er svakalega jafnt. Svakalega jafnt. Svo Hilton sem hafa verið að leiða, 56,44. Og Máling sem byrjuðu rólega eru konur í 52,19. Þetta er svona... Já, þetta eru svona þessar líklegustu 5 til að berjast 4 sæti en það verður undanúrslit að komast 4 efstu en það eru margar sveitir sem hafa ekki sagt því síðasta. Það eru 2 umferðir eftir. Já. Næst síðasta í kvöld. Já. Team Akureyri, ef þeir ætla að blanda sér í baráttuna þá þurfa þeir vantarlega að vinna stórt í kvöld. Já, það gæti orðið flugeldasýning, sko, þeir að leggja allt undir. Ég reikna með því. Ég reikna líka með því. Það eru spilarar sem geta svingað þar ef með þarf. Heldur betur. En hvað finnst þér? Hverjir heldur að séu svona líklegasti til að komast áfram ef þú ættir að giska? Sko, já, ég myndi að halda að þetta gæti nú bara enda svona svipað og það er á töflunni, sko. Þannig að, en það er örugglega ekkert allir sammála því. Það er bara dagsformi líka í þessu 2 síðustu leikjum. Þetta getur alveg sveiflast alla kanta, sko. Já, þetta er ekkert svakalega langir leikir, 14 spil. Þetta með sefa já, og fyrst markaði Djúpavogs og hann er nú ekkert langt frá 4. sæti og Team Akureyri þarf svona aðeins að spýta í lófana en bæði austamenn og málingamenn, þeir eru ekkert þeir eru svona stutt frá. Já. Þannig að þetta er svona, það eiga allir séns ennþá, en það þarf að skora. Já. En hvað er annars að frétta úr Britsunum í dag? Er eitthvað að gerast hjá okkur? Heyrðu það nú bara á morgun Íslandsmót kvenna í tvímenning. Já. Þannig að við hvetjum bara konur sem eru að horfa það er að skrá sig ennþá reiknaði með. Já, það byrja klukkan 10 í fyrramálið og það eru komin 14 pör samkvæmt skráningu en það væri gaman að sjá fleiri. Já. Reikna nú með að kvennalandsliðið sé ekki að spila sinn leik núna en það er örugglega ekki enda allavega þeir sem eru í þessu móti. Já. Þannig að það hefur verið aðeins og brattan að sækja hjá þeim. Það fengu skell fyrir Info Capital í síðustu umferð. Töpuðu fyrir Íslandsmeistarunum mjög stórt. Þannig. Já. Og eins og Info byrjaði nú ekkert svakalega sterti töpu fyrir Team Akureyri í fyrstu umferð og en Maggi talaði nú það í útsendingu að hún þætti líklegt að Info kæmi tilbaka og sú spá hjá hennu reyndist rétt. Nú er Info komið í annað sætið og það bara sýnir hversu gífurlega sterk sú sveit er. Þeir eru komnir aðna þótt byrji hægt, þá verða þeir alltaf í topparáttinu. Sjaldnast ef þeir tapa þá er það yfirleitt ekki stórt minnstakosti. Þannig að það er svona, þeir eru svolítið stabilir með það. Já, það náttúrulega skiptir rosalega miklu máli, sko, þegar slæmuleikinni koma að það er að tapa ekki stórt. Ná svona 5-8 stigum í þessu leikjum þar sem við erum að tapa, það skiptir miklu máli. Akkurat. Og Grant Thornton hefur líka bara seilt svona vel í gegnum þetta? Já, við erum búin að vera frekar lánsamir.
ef ég ætti að segja eins og sko, þá finnst mér það í þessum leikjum sem við erum að spila. Við höfum verið lánsamir, andstæðan hefur verið að taka svona, eins og sást nú hérna í útsendingu þegar Gunnlaugur í Team Hilton, hann hérna passaði niður fjóra tigla réttoblaða sem laga einn niður, það sem þeir áttu game. Það var svona, það var alltaf svakalega heppnir að það hérna, spil fjall með okkur. Það voru 4 vinningsstig sem voru að velta þar á einu spili, sko, örugglega. Það er oft svona spil sem geta, sko, þú tapar leiknum bara, fær 5 stig eða 12-13, sko. Já, það var risastórt spil sem við vorum heppnir með, sko. 1-2 svona spil geta bara sveiflað ansið mörgum. Sveiflað alveg ótrúlega mörgum vinningsstigum, sko. Bara eins og ef það spil hefði til dæmis farið staðið, þá hugsa ég að Hilton væri ennþá efstir og við í 4. sæti, cirka. Já, það má ekki mikið út að bregða, sko. En það virðist eitthvað að vera með það að gengur eitthvað erfiðlega að koma leiknum í gang. Já. Þannig að við verðum bara að halda áfram að tala allt og ekkert hérna. En við erum staddir í Arena sem stúdíóið hjá Rafíþróttasambandinu og hérna fyrir aftan okkur ungt fólk og fólk á bæst aldrei að spila tölvuleiki. Og Bridge-sambandið komið í samstarf við Rafíþróttasambandið útsendingu á Bridge og þetta mun halda áfram eftir áramót. Þar sem við munum endurtaka svipa mót eins og við erum með núna. Það ekki alveg búið að ákveða hvaða sveitir verða en það verður gaman að sjá hvað gerist. Já, nú næst síðasta umferðin sem sagt, það allir við alla þessar 8 sveitir. Og svo eru undan úrslit og úrslit. Þetta klárast allt núna bara í október, eða ekki? Já, þetta svona fram í nóvember. Já. Það er þetta, það er 7. umferðin núna og 7. eftir viku. Svo mikið af Íslendingum að fara til Madeira, það nú yfir 100 manns að fara hérna í byrjun nóvember, þannig að það verður flestir búnir að spila í þessu móti þegar það kemur. Já, það er nú þannig að... Það er rosalega vinsælt hjá Íslendingum. Já. Bara þarna. Sólina. Sameina sól og Bridge og góða mat. Það æðislegt að vera á Madeira. Maturinn er svakalega góður og verðið gott. Þannig að Íslendingar hafa verið að flykkjast til Madeira og þeir sem hafa ekki farið þangað, þá ættu þeir að pröfa endilega að skella sér til Madeira. Nákvæmlega. Heyrðu, það komið spil. Þeir eru bara byrjaðar. Það byrjað. Það fyrir Team Akureyri spila Pétur Guðjónsson í vestur og Páll Þórsson í austur. Fyrir Hilton það Gunnlaugur Sævarsson og Karl Greta Karlsson í suður og norður. Já, þetta fer nú rólega stað. Þeir þarna passa í norður og austur og það opnað einu grandi sem bara passað út. Já. Fína 17 og 8 punktar á móti. Reiknum með þessi að spila 15-17 grand. Já. Það var nú hérna í síðasta leik, þá voru grand bilin hjá spilarunum mjög ólík, þannig að skapaði einmitt kannski sveiflunar í mörgum spilum. Já, það einmitt það. Getur verið oft bara hver opnar á grandi eða opnar á lit, sko. Já. Hérna þið með 25 punkta saman á milli handana. Hann á 8 punkta og ákveður að gefa ekki áskorun. Ertu sammála þeirri ákveðinu? Það ekki mikið að millispilum hana. Engin millispil og við erum utan hættu og fyrsta spil. Akkurat. Ég nú þannig. Þetta engin samlíkjandi honarar eða neitt í ákvætt. Ég hugsa þetta standi bara. Já. Það liggur reyndar mjög vel. Hjartakóngur liggur fyrir svíningu, Lauf Ás liggur réttur, Tígur Kóngur liggur réttur. Þetta. Nú komin svíningastaða hérna í Spaða. Getur að spila litlum Spaða. Það fengi 4 á Spaða, 2 á Hjarta. Það eru 6 og allavega 2 á Tígur. 8 og 1 á Lauf. Og 1 á Lauf. Eða við ekki spáði að ná í 9 slögum. Já, þetta svona 8-9 slagir. Já. Og ef verstafalli, ef anstæðan kerir í game hinum megin, þá þetta 6 bara út. En ég hugsa þetta spilfalli. Já, það svona líklegt. En við vorum alltaf að spáði hérna síðast og það var held ég 1 spil sem fjall í öllum 14 spilunum. Þannig að þú ekki lengur að spá því að spilfalli. Nei, það ágætt, maður getur spáð. En við byrjum allavega rólega, við myndum halda, það ekki stórsveifla í þessu spili? Nei, það aldrei stórsveifla í þessu spili, en svo veit maður aldrei, sko. Það var nú bara eins og í bikarúrslitaleiknum í síðasta spili, þá hélt maður að leikurinn væri búinn og
Þá var Sveinn Pálsson í Já, Team Akureyri, hélt hann að hann væri langt undir og var á bensíngjöfinni og akkurat, aðeins svo langt. þá keyrðu Akureyringarnir í slemmu sem Já, annars hefur verið bikarmeistarar. já. Þetta Þetta er fljótt að gerast. Stutt á milli. Hérna verður hjarta 9 slagur. Hann á orðið eitthvað alveg fullt að slugum með þessu spili, Kalli. Já, já. Já. Fyrir áhorfendur heima þá sjáum við upp í horninu hægra megin, þá stendur norður NS, það er norður söður og tvöfalda, það er íst-vest eða austu-vestur. Þarna kemur impasöfnunin hjá liðunum. Svo sjáum við þarna spil nummer 1 og það er allir á hvítu, það er þess að enginn á hættu. Já. Svo er þetta hérna, Og sjáum þá eftir. Það er þá færri stig sem þú færði fyrir til þess game og ekki eins mikið já, menn eru svona, mínus ef þú fer niður. já, menn eru almennt aðeins aggressífari sko þegar menn eru á hættunni. Gæti verið að Kalli hefði gefið Já. áskorun á þessu 8 ef hann Reyna hefði verið á hættunni sko. Fá game bónusinn, sko. Já. Það er ekki eins mikið í húi, sko, að missa gameið utan hættu, sko. Nú er hann komið með hvað 9-10 slægi, Kalli. Hann er komið með 8 spaðadrottning og 10 gosi, þetta eru slægir, hann er komið með 10 slægi. 10 slægir, svo þannig að spila Svo þarf hann að spila. frá laufinu. Já, hann fær 10 slægi þessu spili. 180 stig. Já. Maður líður nú aldrei vel með það á blaðinu, 180. Nei, það er sko útlit fyrir að hafa mistað gameið, sko. Já, það er sálfræðilega mjög slæmt. Mögulega gatt vörnni byrjað betur enn á spaðanum, þannig að kannski lauf út eða Leif út hefði nú líklegast verið best. allavega erfiðar að fá sko 9 eða 10 slægi, sko. En þetta byrjar rólega. En þetta er alltaf sálfræðilega mjög slæmt að fá 180 stig sko í svona spilum í einu grandi. Já, maður líður vel með það í tvímenning, sko, þegar þú reiknar með að það sé nú kannski ekki margir í geimi, sko. Já. En þarna Það er mikill munur. er bara eitt borð í samanburð og Ef þið farið í geimið þá tapar þau, eða ekki þá græður þau smá. já. Þannig að nú ættu við að detta bráðlega í næsta spil. Já. Þessi spilarar eru nú ekki í föst pör, þar að segja að þeir spila ekki reglulega saman. Páll og Pétur og Páll eru komnir aftur, þeir voru hérna í síðustu umferð. Þeir eru ekki mjög vanir að spila saman. Nei. En svona þessi akureyriski stíl, þeir eru svona Já, ekki ágætlega þann stíl og svo er náttúrulega Gunnlaugur og Kalli Grétar hafa nú spilað oft saman og hefur kannski mikið spilað saman nýlega. nei, þeir eru örugglega betur samspilaðir en þeir eru ekki fast par. Gunnlaugur Ekki í dag. ekki í dag, Gunnlaugur er vanur að spila við Vignir Hauksson. Þannig að þetta er ekki stabilisíruð pör. Herru, hérna er komið aðeins áhugaverðar Komin í spil. spil 2. Já, Það er Austur sem gefur, hann á nú ekki mikið að spilum en nei. það er nú ansið flott skiptingin hérna í suður. Já, glæslega skiptingu suður. Nú er spurning hvað gerist. Nei, hann opnar á einu laufi. Já, Það er, þeir eru nú með standard, sko. já, Opna bara á besta litnum en þetta gæti litið út eins og stertlauf líka, þeir sem væri með stertlauf. já, þetta er alveg, Þeir eru bara með þetta eru 16, eðlilegt kerfi. 16 punktar og þetta geti alveg flokkast undir stertlauf. Já. En nú er spurning hvað Kalli gerir. Ætli hann passi ekki bara niður eitt tíma? Ég myndi reikna með því, já. Já. Nú ertu ekki búist við að standa neitt game þannig að 6 punta og all styrkurinn er í tíklei. Já, og ef þetta skildi nú slísast til að standa, sko, þá gefum við nú bara út 140. Já, það er 70 fyrir ódoblaðan, 1 tíul slétt og 140. Já. Það segir 1 grand. Hann segir eitthvað, hann þorir ekki að sitja. Næ, Hann það er nú ekki marga varnarslæði fyrir utan tígulinn. hann tekur safetyð. Nú er spurning En nú það rátt fyrir allt bara 1 tígull. Nú er spurning hvað Gulli gerir, hvort að hann verður hann ekki að gefa ykkur áskorun hérna.
Makki segir Jú. ekki 1 grand yfir einum tigli, þannig að hann ná örugglega, ég myndi Já, reikna með að hann ætti undir 8 punktum, þannig að það gæti alveg komið til greina að segja bara pass. Nei, Já, veit hann á ekki mikið, sko. já, hann velur að segja 2 lauf. Já. Þá koma 2 tiglar. Já, Kannski vilja þær fara að dobla þetta. já, Palli gefst ekkert upp, hann var ekki hans stíll. Nú reiknaði ég með doblar aftur, en fyrsta doblið nefnilega hefði getað verið alveg minni styrkur, hann bara að halda spilinu gangandi, hann ekki passa út 1 tígul. Já. Nú á hann 16 púnta, Já, þá doblar hann aftur. doblar hann aftur, segir, Já, alvöru. já, ég á alvöru spil. Nú getur Kalli passað Já, með góðri samvisku. góður í samvisku. Doblið í söður fyrsta hefði ekki þurft að vera neitt sterkt, bara stuttu tígull og 11-12 púntar þess vegna. Já. Halda þessu gangandi. Bara halda opnu. Halda opnu. Hvað fara marga slægi? Þetta var flott play á Gulla. Já, að spila litlu hjarta. Já, frá Ás Kong. Já, Ég hugsa hann hafi verið að gera þetta fyrir áhörundur. jú, svo Þetta var mjög vel var gert hjá þetta var vel hugsað líka að hann sér að Kalli sagði ekki 1 hjarta, Já. þannig að hann ná svona 2-3 hjörtu. Já. Þar með veit hann að sagna mig á líka. einhverju lengdi hjarta. Já, já. Þetta var lúmst. Já. Og Kalli kom ekki út með hjarta, þannig að hann er álíklegast 3 hjörtu, sko. Ef hann á 2 hjörtu, þá gæti hann nú kannski að koma út með það, sko. Hátlátt tvíspil, það er oft vinsæl útspil. Já. Svo býða 2 spaðaslægir hérna. En verið að passa að blokka ekki litinn, sko. Ef hann leggur núna niður spaða kvong. Hann fæði nú ekkit rosalega marga slægi, sko. Nei. Nú er spurning hvað Gulli gerir. Er ekki bara að segja að spila laufi líka? Jú. Hann spilar baðgóng. Já. Og nú er hættan, sko, að Gulli tæki spaða drottningu. Já. Hann En það gerist líklega ekki getur á þá þessu, bara sko. trompað þarna. Tromp. Ekki bara best að spila spaða aftur. Pétur veit náttúrulega að tígullin er allavega 4-1, líklegast 5-0. Hann svo sem ekkert endalega viss það, sko, Nei. þessi 5-0, þannig að Allavega 4-1, Já. sko. allavega 4-1. En núna kemur það í ljós 5-0. Þannig að já, við vorum að fá það fréttir að það spilaði 2 tiglar á hinuborðinu líka, þannig að Það nú er það bara spurning hvor fær fleiri slag í vörninni, já, eða í sókninni, þar að segja. og ef við skoðum núna stöðuna þá er Team Akureyri, þeir eru komin 6 simpum yfir, þannig að þeir hafa farið í game í fyrsta Þeir hafa hálfleik. farið í game. Já, Þeir eru fórið 3 grönd. fór í 3 grönd. Það, Já, hann hefur gefið áskorun. já. Man líður oft svolítið illa með þess 8 punta, sko, á maður að Eða hvort að grandbilið hafi verið þannig að hérna þau voru með 14-16 eða hérna 17 eða hvað. já, ef hann er með 14-16, þá hlýtur hann alltaf þá opnar hann á laufi og gefur svo 17-19 jákvætt, sko. Grand. Pétur slapp vel frá þessu spili. Slappar einn niður. Já, slapp einn niður. Það er ágætlega slappið, sko. Já, við sjáum á hinu borðinu, þá spila Kristján Már Gunnarsson og Runólfur Jónsson fyrir Hilton og Frímann Stefánsson og Reynir Helgason fyrir Team Akureyri. Þeir eru nú gamalreynt par, Þeir eru að spila búin að spila lengi saman. Mjög lengi, Frímann og Já. Reynir. Kristján Már Runólfur hlað líka Þeir hafa spilað spilað töluvert. mikið saman og þeir eru tiltölulega nýtt par. Kristján og Gunnlaugur, þeir spiluðu lengi saman. Já, á Suðurnesjónum og Kristján Már og Runólfur á Selfossi. Já. Og Gunnlaugur og Kristján, þeir spiluðu voru parurgli í 10 ár.
Já, mjög lengi. Já, þeir eru nú hættir að spila Já. saman en eru áfram, Á yngri árum, eins og sagt er. eru saman í sveit. Þeir, tvöfaldir Norðurlandameistarar og Já. toppspilarar. Þeir eru enn að spila þess að 2 tygla. Já. Það var nú kannski gaman að hvort það var hægt að sjá það. Hvort við kæmumst á hittborðið að skoða hvernig þeim gengur í 2 tyglum. Já, Vörnin er þeir eru komið. komið 3 slagi. Já. Og Reynir er inni. Nú er spurning hvort hann taki á svo kongi hjarta og gefi stungu. Þá er spilið komið 1 niður. Svo nú verðist nú eiga alltaf einni viðbót. Og verðist eiga 1 viðbót, þá er hann 2 niður. Já, Já, hann er bara nokkuð vel sloppið að fara bara 1 niður inn í borðinu. Frímann trompi, já, hann trompar með 10 og spila nú að hjartagosa. Það ber ekki alveg þess að hérna, sko, það kemur Lauf og Tígull og Reist í 2 tygla. Þá kom pass Já. á hinu borðinu. Já, og nú kemur doppl. Og doppli hérna, það er nú yfirleitt aðeins sterkara. Þá er það stert, sko, en sterkar að dobla 1 Tígull. Já, Þannig er það dobla beint. Já. Já, þannig að Frímann treysti sínum makkar að hann eigi fyrir doblunu og situr bara í já. þessu. Þeir eru komið 5 slagi, fá alltaf 2 viðbót. Þetta kemur 7. varnarslagurinn og nú kemur bara hjarta. Það fyrir það 2 tán. Þetta er 2 tán. Þá taka þær inn 300 á móti 100. Það eru hvað, 200 í mun, er það ekki 5 impar? 5 impar. Þannig að tím Akureyri byrjar hérna með látum. Já, Komnir í 11-0. ef maður spáði að falla ekkert spil í þessum leik. Það ef maður er svo grófir. Ég er nú ekki alveg til í að fara í þar. Nei, en þeir þurfa tím Akureyri þar nefnilega stóran sigur eða ætlaði að séns á Já, komast í 4 efstu. og Hilda má nú helst ekki tapa stórt sko aftur. Nei, ekki aftur. Þeir eru svona, Þetta byrjar mjög vel fyrir. væri þægilega fyrir þá að allavega Já. ná minnstakosti jafntefli. Það var konið 3. spilið. Já. Nú söður aftur með skemmtilega skiptingu. Já, 5-5 í lálitunum. Skemmtilegustu spilin hann í söður. Þeir, Reynir og Frímann, þeir spila unbalanced tígul eða þeir opna á tígli þá er ójafna skiptingu. Já, Það hefur mikla kosti að hvernig hvað kerfislega, hvort hann segir 1 grand sem lofa Laufi, það er sömu með það Já. sem hérna, við minnir að hann segja nú bara 2 lög eða 3 lög. 3 lög, já. 3 Já. lög á þessu spil. sem eru með 1 grand hann með yfirfærslu Lauf. Já. Þetta er bara svona millisterk spil og Já, já. tígull og lauf, bara nokkuð eðlilega meldning og Frímann leiðir þetta örugglega bara í 3 tígla og deyr þar. Já, hann hefur aðra leið ef hann ætti sterkara. Ég Þessu rekna, líklega er þetta svona 13-15, kannski upp í 16. já, ég rekna með því. Já. Eru þið, Stefán, ekki að spila svona? Ekki óbalans tígul. Já, þið spila ekki óbalans tígul? Nefnilega ekki, sko. Nei. Ég er að spila þetta og þetta, ég finnst þetta gefa mjög mikið. Ég finnst þetta Já, ég mjög spilaði skemmtilegt. Þegar ég var að spila við Pál Þórsson, þá spilaðum við þetta. Þetta hefur sína kosti en það er eins og með annað þegar maður er að velja og hafna sko, það hefur líka sína ókosti sko. Þá þarf maður að fara með jafnar skiptingar inn í 1 lauf og opna á 1 laufi með kannski 5 liti tígli og þá týnist oft tígulfittið ef við höfum jafnskiptspil. Það er svona. Já,
nú ætti hann nú með við það að hafa lýst 13-15 þá hefur hann ekkert meira að segja. Nei, hann Hérna, ætti- 3 tíklar er bara að bæta. hann er bara, Það myndi segja 3 hjörtu, 4. lit ef hann ætti góðspil. já, Ef hann langar í game á móti 13-15 og 5-5 Já. þá myndi hann annarkot náttúrulega endur taka spaðan ef hann ætti mjög góðan spaða hann ætti 7. spaðan þá gæti hann- eða sagt 3 grönd eða 3 hjörtu Já. í hvernig hendin er. Já. Örlítið meira en þetta, hann er nú bara 5 púnta. Já, ég reikna með að Reynir hugsi sig núna í smá stund og, Hann er og svona að reyna að teikna hvort hann er 4, 5, 6 púntar getur Já. dugað hjá Makkær eða ok, hann ekki, gefst ekki upp. gefst ekki upp og nú ætti bara að koma að pass. Það er nú, Já, hann er samt svolítið frista. getur verið að halda hann í 6-5 Gæti verið sko, ef hann á 6-5 hann halda hann í Já, auka já. lengdi tíkli þá á nú Fríman nokkuð góð spil með að hvað hann er búin að og hann velta á sig niður, náttúrulega get trompað laufið. trompa laufið og á spaða ásinn sem er mjög líklegt á móti einspili sko, þannig að Já. ásinn Hann kannski teknar það með mestalega einn á hjarta já. Þannig að kannski einn á, þeir eru komnir í game. þeir eru farið í game. Já. Og nú má ekki koma hjarta út, það er Nei, upp í svíningu. upp í svíninguna. Það gæti nú bara gefið geimið hérna ef það kemur út hjarta. Ég held að Já. ef ég svo núna er hann að hugsa útspilið sko, Já. er ekki bara tromp út það besta, þú átt að spaðan og hjartað Já. og kannski stutt lauf í borði, Já. Það er ekkert ólíklegt að það Er kom ekki- upp sko. það er líklegast útspilið. Það var búið að melda 2 liti og hann er tekið fram yfir. En svo náttúrulega þeir sneiða það fram hjá 3 gröndum. Þannig að það er eins og að hjartað sé veikleiki. Þannig að Getur litið með þannig út. Já, það Já, það kom er hjart nefnilega út. svolítið þannig út. Það er ekki 3 grönd. Og nú reikna ég nú bara með því að þetta spil standi. Já, Spila hann ekki bara spaða ás og lauf og lætur 10 að rúlla. jú, og nú voru seint að spila tíklið ekki. Fer hann bara inn í borða og spaða ás og spila lauf 10 og, Það er að trompa 2 lauf. og þegar austur fer ekki upp með lauf ás Já. horfandi á einspil, þá lætur hann bara 10 að rúlla og hún er að drottningin sér rétt. Og svo þarf hann að svína tíklið. Það er náttúrulega má ekki liggja, Tígullin. tígullin liggur rosalega vel. Þetta liggur rosalega vel. Þetta er nú kannski ekki besta geimið sem þeir félagar hafa lent í en Nei, örugglega ekki að lélegast fengur að hagstætt útspil og Já, svo líka þetta liggur allt frekar vel. Það kostar allavega þess ásinn en ekki drottninguna. já. Það er mjög jákvætt fyrir Já. Sagnafa. Og núna ef það kemur tígull þá bara lítið og drepið og spila laufi og Svo hjarta ásinn og trompa aftur Já. lauf og þetta er drottningin næst. já, þannig að hann fær 11 slagi og það eru aftur 6-7 impar til Akureyri. Þeir eru bara spiluðu bara Það fengur 150 hinum einn. já, í 2 tíklum. Já, það eru 6 impar, 250 í mun. Já. Þeir byrja með látum hérna, Akureyringar. Já. Já, þeir gera sig grein fyrir því að þeir, ef þeir ætla að vera með í baráttunum að komast í topp 4, þá bara verða þeir að vinna þennan leik stórt. Já, svona 16-17 stigum, maður myndi setja Já. á í ágæta stöðu, sko. Þá eru við komin í fína stöðu, en Þú eru líka að vinna síðasta leikinn á Ísvöðun. já, Já, það getur allt gerst, sko. já. En já, svona horfandi á bara norður-söður hendunar, þá viltu nú ekki vera í geimi, sko. Nei, þið líður nú ekki vel þegar þetta kemur upp, sko. Nei, Reikna nú ekki með því, en leið og kemur hjarta út, þá fer að fæðast fótur, sko. Þá líður þeir örlítið betur. já, eða náttúrulega bara leigið hjartasvinning. Það vissu þann nú tígull og laufa hæða sig líka, þannig að Já, já. það er að þurfti smá hjálp í þessu. Já, þetta er svona, En já, eins og þú sagðir hérna með útspilið, ég var að spá að kemur tígull út, en
að því hann sagði ekki 3 grönd þá einmitt leit út eins og það var veikleiki í hjarta já. Og kannski ekki, einmitt hann á kónginn í spaða, það geti verið ástrótning í borðið og svínað og hent hjarta, Já, já. kannski Já. mögulega hrættur um það. Já. Auðvelt fyrir okkur að sjá þetta horfandi, Þetta ekkert mál. en hann hefur verið að hugsa þeim með þetta. Já, Þeir eru örugglega veikleiki í hjarta, hann sagði ekki 3 grönd, með ástrótningu. Já. Það var svona, Kristján gerði vel að setja lítið þarna, láta reyna á það hvort hann Reynir hitt í það, en láta hann hitti það. Reynir bara sér það að spili verður að liggja svona til að standi. Já. Og Það fyrir nú bráðum að kleima. já, þetta eitt af þessum spilum, maður bara finnur leið og bara spili verður að liggja svona til að standi og svo bara spila maður eftir því. Akkurat. En hefði þú haldið áfram þarna eftir 3 tíkla hjá Makker? Ekki hafandi lýst 13-15 sko. Nei, ég hugsi ég hefði nú ekki fundið þetta. Ég hugsi ég hefði spilað 3 tíkla í þessu spili 150. Já. Eða þá til vara að skjóta 3 grönd með ástrótningu í hjarta. Já, Og veit hann að ég á alltaf að stoppa hjartað og ræðu hvort þú ferði upp úr því tíkla eða nú er lítið og staðan núna 17-0 fyrir það Akureyri. er bara sving í hverju spili. Og það eins og þið sjáu hérna, við sjáum það nú Gott að hafa þetta borðið í gangi, þeir eru svo miklu fljótar að spila. Já, bara ef við halda áfram að sjáum hérna með þeim. VAF-P, það eru vinningsstigin og ensku er þetta Victory Point og það er spilað 20 spil og þau skiptast þarna eins og staðan er núna 14-64, 5-36. Já, 17-0. 17-0 í impum. Alltaf 20 stig í pottinum. Já, þannig að þú getur aldrei unni leik starri en 20-0. Ég held að við höldum okkur bara við þetta borðið, þeir eru miklu fljótar að spila. Koma 2 grönd, það lofa 4 eða fleiri spöðum og hefur áhuga á ykkur meira. Já. Og þetta er gamekrafa. Veit ekki hvort það eru með þetta sem gamekröfu eða sömur eru með þetta áskorun eða betra, en Já. þú veist að eru þeir með þetta sem gamekröfu? Ég veit það ekki, nei, ég er nú bara ekki viss. Nei. Ætli sé ekki bara með þetta sem áskorun eða betra og hérna kemur 3 lauf hjá Raunólfi og það hefur ekkert með lauf að gera, reiknaði með, ég reiknaði með þetta sé bara lágmarksopnun. Já. Þetta er eins og við kallum sænska framhaldið. Já, eins og já. Meðal svona spilara, þá 3 lauf er lágmark, 3 tíklar hefðu verið hérna Hámark. Já, svona 14-15 plus og ekki stuttlitur. Já. Og svo stuttlitir í en núna á hann bara og þeir eru að spila sterkt lauf ef ég maður rétt Kristján og Runulur þannig að 3 tíklar spurja áfram einn spil 8 stuttlit 8 en þá áhuga til dæmis sem verður stuttlit í laufi þá er þetta nú bara flott spil þá ertu nú bara konið í bingo áskongur í spað og hjarta kongur og það er orðið play fyrir geimi slemmu. Já, það þarf ekki mikið að móti ef hann ætti hérna ef hann stutt lauf til dæmis jafnvel stutt hjarta og nú er spurning hvað Kristján gerir ég hugsa hann segi nú bara 4 spaða. Já, það ekki það er langsótt að það sé slemma nema sé kannski mestalagi svíninga annarkvort þurfa eitthvað laufsvíninga að leggja eða 10 kóngunum þurfa bestafalli svíning og þá vil maður aldrei vera að reyna á mikið sko en það er í bestalagi svíning nú kemur 2 tígull og spaðasviss hvað gerist þá? Já fer hann ekki bara niður? Jú, hann gefur 2 tígull svo liggur laufsvíningin ekki og hann getur bara hent einu hjarta í lauf svo í fyllingu tímans gefur hann þá hjartaslag sýnist það þannig að hérna verðist þetta liggur nú afar illa tígullin liggur svona eins og hann er það gæti nú verið hann drottning eða ásör réttu megin svo lauf kongur það er eiginlega alveg örugt að það séu allir í
fjóra spöðum. Já. En það stendur á hinnuborðinu. Þeir, Other table, já, stóðu fjóra spaða. já, mér sýnist að þurfa að koma tígull út, sko, annars Annars nærða að henda tigli já, nær að henda í tigli lauf, akkurat. og Það var að koma tigli. já, og Suður getur aldrei ráðist á neitt lit, sko, það er að hann á öll háspilin. Já. Við reiknum með að það hafi ekki komið tigli út hinum. Já, til dæmis lauf. Það er ekkert Já. ósvömmegt útspil nema makkar hjálpið þér. Já, mér finnst nú lauf bara mjög freistandi útspil nema makki hjálpið Þarna eins og náði hann að dobla 3 tigla. já, segja Náði að benda á, Já. ég vil fá tigl út. Já. Það á svo drottningu. Ef hann hefði til að stokki bara beint þá í 4 spaða, þá var hann svolítið í þoku. já, sko, það Það er nú stundur galli við svona gerfisagnir að gefa séns á að já, beina vörninni á. já, því meira sem þú veist spilið, því meira við danstænganir spilið, þannig að Þetta er oft svona fín meðalveg og hvað viltu gera mikið vísindi og já, teikna upp einhverja slemmu eða bara, eða halda það nátti nú samt hluti góð spil, sko. já, eða halda andstæðingunum í þokunni. Já, það getur verið kostur. Já. Og skulum muna það að því að þeir eru að spila spilið þá sjá þeir bara austurhöndina sem Kristján Már er með, þannig að Reynir horfir þarna á alla ásana og hann bara spilar passífa vörn og býður bara eftir hjartaslagnum sínum. En mögulega hefur til dæmis einhverjum nýliðum dotti að stökki 4 spaða strax í austur. Já. Og rosalega góð spilamóti og spaðastöðning, en þú verður náttúrulega alltaf að kanna spilið, sko, að makkar á ekki. Já, er alltaf aðtuga, sko, ef makkar á ekki láma. Að stökka beint í 4 er miklu veikari spil, Já. sko. Það er svona, við notum það átt svona meira sem, opnun. já, við notum það átt svona meira sem svona hindrunarkerfi. Já, við hefum bara mjög gott spaðafitt Fara rólega móti. í sagnir þegar þú átt góð spil. Það er svona, Runólfur reynir hérna kínverska svíningu eins og Já. það er kallað. Það væri ekkert annað eftir að reyna. Að reyna það alveg, er ekki. reyna fram í lengstu lög. Þannig að Að laga eitt án. það er Akureyringar og heldur betur að stinga af. Já, 12 impar sem þið skoraðu núna. Þannig að þeir eru 29-0. 29-0. Það er ekki fallið spil hérna til að byrja með. Þeir eru konið í næstu í 17 stig. Já. Það er ekki Bara 4 Já. vel búin. ekki 1/3 búin. Þetta er svaka byrjun. En við skulum muna það að spilararnir, þeir sjá ekki stöðuna, þeir vita ekki Þeir veit ekki stöðuna. Nei, Þeir eru ekki eins og í fótbolta og veitir alltaf hvað er að gerast eða Já. handbolta. hérna, yfirleitt þegar verið að spila svona, þá vita spilarar ekki hvernig staðan er, þannig að maður þarf svolítið svona að búa til tilfinningu fyrir því hvernig það er að ganga. Já, svo er ofta erfitt að finna þessa tilfinningu, sko, eins og 2 tíklum og hérst kannski ok, það fór niður. Já. En það fór bara ekki nóg mikið niður. Já, já. 2 niður hinum einn. Þú heldur kannski að það spil falli. Gæti grunna. Já, en svo á andstæðan svaka gott hinum einn. Já. Sama, þú heldur nú kannski að 4... Þarna var sami samningur á báðum borðum. Já. Þú heldur nú kannski að 4 spaðar standi í þessu spili, sko, það tígullin er nú ekkert svona svakalega freistandi útspil nema að makkar hjálpið þér, sko. Þannig að maður myndi halda að það spil myndi falla, sko. Það er ekkert sem bendi til þess að ég er að spila tíkl út í því spili. Nei, og þarna kom hjarta nýjan út, sjáum við. Já. Ekki lauf eins og vorum kannski að halda. Já. Já, þeir eru ekki byrjaðar á... Já. Jú, þeir eru byrjaðar á það. Hérna erum við komin í 4 spaða. Norður-suður. Já, hann er yfirfært hann í spaða og satt svo 3 grönd sem þýðir hérna ég á 5 í spaða og alveg til í gröndin líka. Þú mátt bara velja. Já. Og hann á 3 í spaða og breytir það í 4 spaða. Já. Þetta er svona mjög vinsæl byrjun hérna, með svona spil. Já. Lega makkar að velja. Já. Til dæmis einhverju hefðu kannski bara stokkið í 4 spaða með ágættan 5 lit. Það væri ekki gott, sko, ef makkar á 200 móti til dæmis. Já, já. Þetta spil ætti nú að svona nokkurn veginn falla.
það bara, ég hugsa, já, þeir vinna þetta með einum yfirslag. Liggur laufsvinningin og... Þeir vinna þetta með einum yfirslag á hinu borðinu, en ég reikna, já, það endar eins. Það fær spaðaslag og hjartaslag í vörðinni. Já, svo það er ekki meir í boði. Það er ekki meir í boði. En ef maður sér öll spilin, þá er hægt að vinna 12 slagi á þetta spil. Með því að fara af stað með spaða gósan í fyrsta slag og láta hann rúlla. Já, einmitt. Ef hann leggur drottningun á, þá þarf það að spila kóngnu næst og gleypir 10 í vestur. En það er nú... En það hefði ekki verið gott, sko, ef að... Kannski hefur reyndað í tvímenning, en þarna reyður við, sko, drottningu 10 fjórðu, hvoru megin sem er. Já, þetta er nú bara þegar við sjáum allar hendur, sko. En ég hugsa að það er nú engin spilaða þannig. Þetta var rétt að íferðin, svona fræðilega. Já, hérna er hann bara að verja sig fyrir 4-1 legunni, sko. Já. Og eitthvað er sagt, akkur tók hann ekki bara á svo kóng og reyndi þá að fella drottninguna? Já. Þetta er nú bara svona spil það sem reyndir spilar að sjá þeir eiga. Þú ræður við 10-11 fjórlutin hvernig sem hann liggur. Já, 10-11 slagi og hérna þeir reyna bara að passa sig að fara ekki niður á þessu spili. Já. Þar að leiðandi reyna að verja sig fyrir svona 4-1 og jafnvel 5-0 legum. Þetta er svo sterkt spil, sko. Þarna hjarta 10-9 á móti kóng drottningu og gósa. Já. Það eru 3 slagir þar. Gósa 10 í laug á móti ásdrottningu. Þannig að þetta spil er að fara að falla. Það er að fara að falla. Fyrsta spilið í leiknum. Það er nú mjög ósjaldan sem það gerist að ekkert spil falli. Það er alltaf, ég vilt alltaf eitt í leik sem fellur. Já. Oft mörgir röð, sko. Já. En það er yfirleitt í þessu móti hafa ekki mörg spil fallið svona í röð, sko. Nei. Það er alveg aksjón í þessu spilum yfirleitt. Hvernig finnst þér að spila svona í 12 Ómar? Finnst þér að jafn skemmtilegt eins og að spila með borðið live? Það er nú ekki jafn skemmtilegt, en þarna í Real Bridge þá sérðu anstæðingana, það er kostur. Já. Bridge Space til dæmis. Já. Og svona þá sérðu ekkert anstæðingana og nær svona að spjalla bara á tjattinu með. Það er svolítið gaman við þetta og þú getur séð anstæðingana og spjalla við þá. Já. Og svo hittur þú sveitafélagana eftir leikinn og getur svona talað spilin. Já, það er svona aðeins mannlegra heldur en... Já, ég finnst þetta Real Bridge er að koma vel út. Já, heldur en þetta sem við erum vanir úr. Það er einmitt aldrei mikið að mótum á Real Bridge, sko. Þeir sem vilja bara prófa að spila, það er einmitt mjög mikið spilað. Það er að finna upplýsingarna það á bridge.is líka. Já, og á Bridge-spjallinu á Facebook. Grúpan heitir bara Bridge-spjallið. Þeir sem hafa gaman að spila á netinu, en það er nú alltaf skemmtilega að spila og hitta fólkið, sko. Hérna eru við nú komin í spil sem geti sveiflast eitthvað. Það eru ykkur góða skiptingar hérna. Já, hérna á austur-vestur 10 spila fitt í spaða. Já. Og norður-suður eiga 9 spila fitt í hjarta. 2 hjörtu hjá Kristjáni. Það er veikt með spaða eða hjarta og lálit, ef maður rétt. Já, þeim, já. Þetta er svona margræðsögn, ef ég maður rétt. Hvað segir hann þá í vestur? Já. Þannig nú þú þarf bara... Það er nú ekkert sérstaka hendi ef að makkar eftir hjarta. Nei, nú þarftu bara að spurja. Já, sko, ef makkar á hjarta þá er nú ég vill lálit með. Já. Og ef hann á... Það er mitt, hann segir 2 grönd, tekka hvað makkar á. Já. Og nú koma 3 spaðar hjá Kristjáni vantarlega. Vantarlega, nema þeir hafa eitthvað aðra sögn fyrir að sína. Já, gætu haft. Í lágmark og spaði. Já, gæti komið. Já. Þetta með ekki alveg framaldi hjá þeim hann. En svo koma bara... Það koma 4 spaðar eða ekki. Já, heyrðu það lekur 1 niður, eða ekki? Jú, það er 3 ásar úti og svo liggur spaðakóngurinn. 1 á hvern lit. Já, Kristján melda 3 spaða sem er eins og við höldum líklega slámark með 6 lit í spaða. Já,
og nú þarf hann hans lítið á móti hann Já, segir alltaf já. 4 spaða bara kongdrottning, kongin 7. þá ertu bara að gefa 1 á lauf, 1 á tígur, 1 á hjarta já, eitthvað svoleiðis. óheppin að þú gefur 2 á lauf Já. þú Já, þú verður alltaf að fara í game á þessu verður spili. alltaf bara í 4 spaða Þú ert á hættunni. hvernig hvað hann hefði gert ef hann ætti lálitinn sko Já. þá var hann ekki með eitt Já, allan hefði ekki bara passað 3 lauf, Kristján og lauf. Og eða kannski reynd 3 grönd Eða hann á nú á já. hættunni hann á nú ekki að eiga mjög lélegt þannig að það er spurning. hann er svona með lámark hann í austur svona hættunni Já, ég held að þetta sé nú algjör lámark fyrir já, tvekja veikum tveim. ekkert sérstakur litur en hann er þéttur Hann er þéttur niður. gósi 10-9 sko. Já, 7-6, þetta eru, hún gefur kannski bara, þú veist, ef þú færð spað 8 hjá makkar, þá gefur bara 3 slag á litin, já, já, 3 slagi. Þeir eru komnir í 4 spaða. Og nú má vörnin bara ekki gefa, ég held að sé nú nánast ekki hægt, sko. Gefa þetta. Hverju myndur þú spila út með þessi spil ef þú er í sæti Reynis? allar kom ekki bara hjartagósi Kemur hjartagósi. Það er svona, svona ofan að röð það já, það er svona nokkuð save út spil. Ég hef nú kannski spila á 10 lás. 10 lás, kíkt á borðið Já, það tók hvort ég fengi kall frá makkar. Þá verður makkar eiga kóngin, sko, annars fáum við ekki að trompa út þar sem við höfum bara 1 tromp. 1 tromp, það er svona einmitt Við höfum kannski átt 3 tromp, þá hefði 10 lásin verið meira freistandi. já, Makkar kannski á sinn í spaða og getur það trompa. Já, já. Ríma skiptir hann yfir í tígul. og það kemur lauf Já, já, bara, þetta er svona nokkuð rútínu vörn hjá þeim. já, þeir spila, já, já. Spáum að þetta falli, eða ekki? Jó, ég reikna með því að þetta spil Það voru falli. ekki, þó að kom eitthvað annað út, þá var það samt niður. Já, það bara ég er engin. Það var ekkert sem gaf þetta, sko. Nei, Ef það kemur tígulás og meiri tígull, láta eitthvað spaða svo já, þá, endalaus að tíkla á hendi laufinu. Það Já. er eina sleysið sem maður Það- sér fyrir sér að geta gerst. já, Það er doblað hinum en einn niður. já. Það eru, þá fá norður, suður 100 stig og græða, hvað, 2 impa eða ekki? Ekki 52 Já, þeir eru á hættunni hinum, þeir fá 200 hinum Já, og það 100 eru hér. 3 impar. Hinum bara. 3 impar til Hilton. Þeir eru komnir á blað. Þeir fá 200 fyrir það doblað. Já. Hérna fá þeir 100 ódoblað. Þeir eru komin á blað. Já, hérna er svakalig skipting í norður-suður. Hérna gætu við nú endað í Einhverjum 6 tiglum. Tíglum, jafnvel 6. Já, þessi spil. 5-6 tíglum. Já, ég Svona hugsa að- spurning hvar þeir enda, já. Já, 5 tiglar er svona, það er ekki síðast í staði sem við Jú, Standa- tígullin liggur illa. Já. Já, hérna sjáum við að Runolfur opnar einu hjarta með 10 punkta en hann á 5 lítið hjarta og þeir ég er nánast öruggur á þessi að spila sterkt lauf þannig að opnun á einu hjarta lofa svona 11 til 15 punktum. Hann á einspil í Já. tigli og 7. Hann á 10 punta þannig og presisjón opnanir geta oft verið svona aðeins veikar en Já. þeir eru vanir í standard. Bara stundum niður í 10-11 punta. Já, En nú er spurning hvað Reynir gerir. Já, hann segir 2 hjörtu, melda lit anstæðingana sem er góð hækkun í 3 tigla. Það er sterkar en að segja 3 tigla beint. já, betur en 3 tíglar. Hann á líka Hann á eyði í Já, opnunarlitnum og 4. tígulinn, sko. trompuna möguleika. Mikið, og á svo kóng. Já, Bara flott spil. nú er svo. Nú er spurning hvað hann gerir.
Ég hugsa að ég hefði bara frestað að segja 3 hjörtu, sko, stuttlitur í hjarta og Já, ég var svona veltaði til í eitthvað meira bara Já. hvernig kemur við stuttliturum við þig. Og Fríman, hann gefur nú bara lágmarks. Þannig ef ekki vonda samið, sko, hann hvort það passaður. Já. Fríman gefur 3 tíkla sem ég hef ekkert áhuga á neinu og Nei. Reynir er ekki tættur. Reynir eitthvað meira. Já. Þá tekur Fríman við sér og meldar 5 tíkla. Já. Hann náttúrulega horfir á 5 hjörtu sjálfur og Runólfur hefur opnað, sagt 1 hjarta, þannig að hann veit allavega 10 spil. Þetta svolítið erfitt fyrir Fríman að meta hendina, hann veit ekki hvort það makkar í puntan í laufi eða spaða. Já. Það munur öllu ef hann á áskongi laufi, þá taka hann bara fyrstu 2-3 á spaða. Já, getur tekið fyrstu 3 á spaða. 3 á spaða þessna. Þannig að hann er ekkit að æsa sig yfir 2 hjörtum. Nei. En leið og Reynir melda 4 tíkla, þá verður Veit hann að hann á 4 lit og svona. Og líklegast stutt hjarta, sko. Alveg bóttið stutt hjarta. Þannig að hann tekur bara skarið og melda 5 tíkla á hættunni. Já. Á þetta ekki að standa? Nú er spurning hvernig hann spilar þetta. Já. Tekur Trompa strax. hann trompa strax, já. Spila tíkli. Hann svínar. Hann er ekkit óeðlilegt að spila opnaran, hann sem opnaði upp á tígulkónginn. Nei. Og nú sjáum við það að Kristján getur ekki spilað tíkli og gefa hann frá sér slag. Ég velti fyrir mig hvort hann átti að sleppa því að svína og taka bara á sinn og fara bara strax á trompull hjörtun. Já, og gefa þá kannski bara 2 tígul. Að vísu þarf hann að trompa spaða líka. Þetta er nú... Þetta er pínu trikki, sko. Já. Og fær hann smá hjálp, sko, og nú þarf hann ekki að fara heim og til að trompa hjarta. Hann fekk hann aðstóð frá. Er hann ekki enda með spaðatapslag líka? Jú, spaðatapsla og tígul. Já. Þannig að þetta virðist leka 1 niður. Já. Trompar hann síðasta hjarta sitt. Sannlega það hefur verið best að fara bara aldrei í tígulinn, bara fara grimt að trompa hjarta. Já, bara víxla. Taka áskongi spaða, henda spaða í og reyna að víxla þetta alveg fram á jólum, sko. Já. Hérna. Þetta í smá vandræðum þarna. Já. Að svína tíglinum. Nú má Kristján ekki trompa með tígul gosa, þá hendir hann bara spaða. Já, hann gerir það pottet ekki, hann horfir á hann á bara tígulslag hvort það er. Já, jú, hann má trompa með tígul gosa, þá getur hann bara spila tígli og... Hann getur gert það. Já, gosi og trompa. Já, þá situr hann ennþá uppi með spaðatapslag heima. Já. Þannig að þetta... Akkurat. Hann má líka trompa með gosunum. Já. Kristján hefur séð þetta áður, hann býður bara sé... rólegur. Það er oft svona þegar maður á kortið er trompslag, þá fyrsta hugsunum þá sleppa því að trompa. Já. Það er svona nema að sé eitthvað annað í sem að verða að gera. Já, hann græðir ekkert á því að trompa þarna, hann á eina slaggoss sem er. Hann myndi aldrei græða því. Já. Tígulgossin er ekkert að fara. Já. Nú væri Fríman búinn að vinna spilið ef tígullin væri 2-2. Já. En það er ekki, þannig að nú fer hann inn á spaða, trompar laug og það fellur ás og drottning saman. Já, það er hægt. Og hann fer aftur inn á spaða og hendir þá spaðanum og þá fær hann. Já. Þannig að það er fría laufið svona. Já, býtu það, já. Laufið lá svona skemmtilega. Heyrðu, hendan laufið.
hann hefur ekki fylgst með. Heyrðu. Herðu, jú, svo, já. Herðu, sérðu hvað gerist núna? Nú spilar hann Laufi og trompar. Já. Nú getur hann að spila Lauf og trompa. Já. Það fjall saman taparinn í spaða og tigli. Já. Þetta var líka nett. Þetta var mjög fallegt. Já. Fallaði saman. Það leit út eins og að vera 2 tapara hann í Já, þannig að það fjallu saman taparannir. Já, þetta var glæsilega spilað. Já. Það er ekki allt sem sýnist svona í þessu. Það var Laufstaðan sem það hefði þurft að koma og það hefði þurft að koma spaðasókn í þessu spili til að hnekkja þessu það ekki. Það hefði ekki þurft að koma út spaði og aftur spaði. Það er kannski ekki nóg. Það er bara ekki nóg, sko. Ef hann líka fer ekkert bara í tígulinn mikið. 43-3. 43-3. Getum við fengið að sjá hvað gerist fyrir mér? Já, það spila 4 Lauf 3 niður. Það er eitthvað miskilningur. Getum við séð hvernig meldingar voru í þessu spili? Það er ekki víst við náum því. Já. Það er opnað á multi með 2 hjörtur leitandi, 3 Lauf, já. Inná. Það er 3 hjörtu. Já, Makker, hann er passaður, kemur inn á 3 Lauf. Og Makker melda 3 hjörtu og þú 3 spaða og 3 grönd og nú kemur dopp frá Páli. Já, svolítið aggressíft doppla en hann á gott Lauf. Og hann raklast í 4 Lauf. Þið finna aldrei tígulinn. Finna aldrei tígulinn. Svona geta þessar hindrunarsagnir verið beittar. Opna á 2 tíglum. Nú vissi hann ekki hver átti hann kom bara hjartanu eðlilega að þannig. Já. Ef hann hefði vitað að það væri hjarta, þá var hann alltaf sagt tígulinn. Hann vissi ekki að vestur ætti hjarta. Já. Það var aldrei búin að segja úr því. Bara það var búin að segja hann eftir annarkot álitin. Magnaspil. Svona geta slysinn gerst. Hérna er bara opnað á Precision tígli og Frímann kemur inn á 17 púnta. 2 Laufum. 2 Laufum. 6 lit. Já, bara passa út. Það er bara að passa út eðlilega. Hann á ekkert. Ég veist hann var svolítið sterkur fyrir þessum 2 Laufum. Já, hann var 6 lit og 17. Já, hann góst hann í 6 litnum sko og kóngin fyrir aftan tígulinn. Já. Og einspil í hjarta. Ykkur hefðu nú bara doblað og sagt svo 3 Lauf næst sem er þá svona 16-17 pluss. Já, ég hugsaði nú frestast til þess. Já, það lítið í 3 grönd til dæmis sem maður hugsaði að þannig. Já. En þetta sleppur í þessu spili það sem að hann á ansi lítið þannig í söður. Getur standa nú ekki bara standi ekki Nei, hann kemst aldrei inn í borð til að gera neitt. Kemst bara einu sinni inn í borð. Hann getur ekki bæði gat hann ekki fara inn í borð og spaða og spila Laufi svínað, tekið Lauf á svo Laufin á 10 og tígull á kóng. Hvað fekk hann marga slagi? Var ekki hægt að standa 9 slagi í 3 gröndum í þessu spili, mér sýndist það. Jú, og mjög hagstæð leða, bæði Lauf kongur annar og tígull ás réttur og ekki hægt að taka einhvern fjölda slögum í hjarta. Þannig að gæti verið möguleiki fyrir Hilton að skora. En mér þykir það samt ólíklegt. Reynir átti náttúrulega engin spil. Nei. Það var bara svona sem maður horfir á borðinu og sér að hann átti rosalega lítið. Já, hérna sjáum við það sem ég var að tala um áðan. Hjarta og lálitur í þessu tilfelli. Já, áðan var þetta veikt með spaða og núna eru 2 hjörtu, þá segist hann ég var veikt með hjarta, 5 liti hjarta og lálit til hliðar, Laufið að tígul. Já. Mér finnst það, sko, þetta er nú, það getur verið erfitt að verjast þessu. Getur verið erfitt kannski fyrir Makker að melda stundum. Já. En hérna þótt að Kristján eigi 6-5, þá er hann í áhættu gegn utan og
annar andstæðingurinn búinn að passa. Hérna hefði ég vilja eiga aðeins betri spil fyrir þessari meldingu. Já. Þannig er svona hugsað að skiptingin er svo Já, góð. skiptingin Ef það er fínt, þá erum við með ágætt spil. Já. Það reiknar nú kannski með einhverja meira hámunum hann Já. á hættunni. Já, Runólfur, hann, hvað er hann með, 14, 15, 20 púnta, hann verður bara að keyra spilið í game. Fer alltaf í game. Og sama ef hann hefði kannski opnað á 2 gröndum, fyrir við ekki alltaf í game með austurspilin. Ég held það. Jú. Svo bara stendur þetta ekki. Það er bara nákvæmlega engan slag á borðið. Nei, hann fær þá hvað, 5 slagi, 6 slagi kannski. Já. Það gæti nú verið að hérna, ef hann til dæmis spila Laufás og Laufi, sko, þá er náttúrulega Laufið orðið gott, ef hann kemst eitthvað tíman inn. Svo gæti komið upp einhver endastaða það sem norður-suður þurfa að spila Hjartið að Laufi. Já, en þeir geta nú alltaf spila tíklið, það allavega það er kannski 2 down, cirka. Ég hugsa að sé nú allavega 2 down. Allavega 2. Frímann hamra bara á spaðanum. Já, það var þægilegt fyrir hann að sjá hérna 9 Makka. Já, 9 Blanka og 7 hjá Makkar. Þannig að nú getur hann bara Síðan að spaðin fríast hjá honum. Já, hann getur hamrað á spaðanum, þannig að það þarf ekki að hreyfa. Já, hann þarf ekki að hreyfa líka hina litina fyrir sagnafa, sko. Það er mjög þægilegt, hann þarf ekki að giska á eitthvað sviss, þarna hvað hann er að sviss í. Spila bara passífa vörn. Bíður bara eftir að ná eitthvað tíman að fría spaðan. Já. Það er oft svona þolinmæði, sko, með svona lélega liti, það er ekkert annað að gera. Nei, það má nú ekki, sko, Sagnafi er búin að spila tíkli. Þannig að ekki erum við að sækja slagið þar og við viljum nú ekki svissa í Hjartið að Lauf, horfandi á þennan blindan. Bara alls ekki. Þannig að þetta er svona spil, klassískt spil, þar sem maður þarf að vera þolinmóður í vörninni. Leyfa Sagnafa bara að spila sínu og taka slagina. En þarna hefðu þurft að spila lítasamning, sko, þegar þú horfir á austurspilin, það er ekkert rosalega freistandi að leggja svona blinda niður í gröndum. Nei, þarna hefðu þurft að spila lítasamning. Já, er ekki bara 5 lauf langlegin að standa? Jú, Hjartakóngurinn liggur vel. Já, og ef það kemur, segjum að komi spaði út, þá getur það hent tíkli. Já, þá liggur Hjartasvinning, gefur 1 lauf, 1 tígul. Já. Það er orðið mun meira spennandi spil heldur en þetta, sko. Það gæti verið þarna, ef þið farið 5 lauf, þar að segja. Já, nú spilar hann sig út á spaða, vonar að spaðan sig 4-4. Gætu Akureyringa verið að skora ennþá meira? Geta verið að skora ennþá meira, sko. Sýnist þetta nú bara... Þetta er bara Laufi. Vil hann ekki bara eitthvað tíg? Já, nú er spurning hvað hann gerir. Ef hann tekur tígul á sig, þá er hann búin að hnekkja spilinu. Já. Hann gerir það nú alltaf. Gerir það. Það sem við erum að spila sveitakeppni, það skiptir öllu máli að hnekkja spilinu. Þú vilt alls ekki löndi í einhverju slysið þarna. Nei. Fría. Muna svo litlu, sko, hvort við tökum spilið. Herðu, þeir hafa staðið spilið hinum enn. Rúgrönd staðinn, slett staðinn. Í vestur. Það var nú eitthvað komið annað en spaði út, sko. Getum við fengið að sjá það spil? Það er forvitnilegt að sjá hvað hefur gerst þar. Það er alveg að vera búinir. Já, Kalli opnar á 2 spöðum og pass og Pétur segir 3 grönd eðlilega. Ætlaði að komið tígull út og meiri tígull eða hvað gerist? Tígull út, 9 á slaginn. Það er svona þægilega start. Já. Og 13 impán fyrir Akureyri. Já. Þeir eru nánast komnir í 20-0. 56-3. 1972-26.
Já. Þetta er algjör einstefna. Já, Þeir verða nú þarf Taka eitthvað, við sér í seinni hlutanum. já, það eru 4 spil eftir, Ekki mörg spil eftir. það gætu nú, sko, ef þið taka eitthvað svakalegt rönn núna, 5 með þessu. já, Kristján opnar á Precision tígli, það hefur ekkert með tígul að gera, það segir bara já, Svona 10 til 11 til 15. já, geta allt lengra lauf. Já. Nú er spurning hvað Runólu gerir. Hann passi eða segi eitt spaða. Hann veit andstæðan á líklegast ef makkir á lágmark þá getur andstæðan staðið game. Já. Hann segir pass. Þetta standa ekki 5 tíklar í austu-vestur, norður-suður. Yfir einn á spað og einn á hjarta. Er það ekki? Og tígullin 2-2. Já, eða 3 grönd bara. Eða 3 grönd, já, já. Það er ekki örugglega að endi bara í 3 gröndum. Já. Já. Ef Reynir skildi nú finna passið hér. Já, þá kemur redobl hérna. Kemur redobl frá Runólu og þeir flýja. En það er sko... Þetta er þá á notarann hérna rólsregluna. Ef að þeim líður vel í einum, að dobla okkur í einum, þá eigum við redobla. Já, þá líður okkur ekki vel. Þá líður okkur ekki vel. Já. Það er alveg örugt að það sé betra að spila 1 hjarta, 1 spaða, 2 lauf mögulega. Já. En Reynir er ekki að refsa... Nei, ég veit ekki með þetta. Að refsa makkar hér. Hann sér ekki að makkar á 4 liti tígli. Hann reiknar með að makkar sé stuttur í tígli. Já. Ok, nú meldar Frímann 1 grand. Allir sé ekki með þarna 1 grand beint hefði verið 11-14 hjá mörgum, kannski upp í 15. Já. Nú er ég svona 15-17, 16-17, eitthvað slags. Bakhanda grand er alltaf veikara. Þannig að núna doblar hún segir grand. Ég hugsa að Reynir passi þetta bara. Já, 7 púnta á móti. Já. Ef hann Þetta er samtala í háðum 15-17. Já, svo gæti þetta verið sko 1 grand hjá hann sé ef það er 11-15 þá er hann að sína 16-18 núna. Já, það er spurning hvað efri mörkin er á þessu. Ef efri mörkin eru þar þá á hann kannski fyrir hann segir pass. Já. Ég samúð með því. Mér finnst Frímann full sterkur til að melda svona sko. Já, ekki alltaf að segja bara 1 spaða í annari sögn. Já. Það lýsir líka góðum spilum. Já, lýsir góðum spilum með 5 spaða, sko. Já. Og við því myndi Reynir vantarlega að smelta 1 grand, sína svona smá lit og þá er hægt að hoppa í 3 grand. Akkurat. Það ná svona svolítið slaga. Það þarf ekki mikið á móti. Það vísum færi náttúrulega Gosan 5. í tígli sem er svolítið drauma staða. En það er eitt sem bannar á makkari en þá 3 liti spaða á mótum. Já, það geta átt sko einmitt 3 liti að í spaðanum og vera 4 spaðar í þessu. Já. Makkari á bara kongos að 3 spaða eitthvað svoleiðis, Þannig að, ef ekki að segja þessi smá séns þarna fyrir það að skora þegar komast í 3 grönd. Jú. Fyrir Hilton. En þetta er nú kosturum við það að opna í spilum, sko. Það er alltaf aðeins erfiðar að melda þegar andstæðan er búin að opna. Það er erfiðara. Þá eru sagnir ekki alveg jafn nákvæmar. Akkurat. Það er kosturum við að byrja sagnirnar líka að opna 1 grand í austur -3. Já. Á hættunni. Já. Það er 300 út. Tím Akureyri gefur út 300 á hinu borðinu og allir taki ekki inn 150 hér. Já. Allavega. Og þá 150 til 180, þannig að þeir að gefa út 150 stig til 200 stig. Nei, til 120. Þannig að núna er Hilton að allir sé ekki skora 3-4 impa í þessu spili. Já. Aðeins að ná tilbaka. Já. Allir sé ekki að spila Vikt, Grand, Pétur og Páll. Páll hefur nú svolítið verið að vinna með það.
Ég hugsa ekki á hættunni, sko. Nei. Nei, ég held ekki. En kannski hefur hann svarað einu spað og hefur komið 1 grand, sko. Já, já. Það komið svar, Og 1 grand. líklega opnað á einu laufi, sko. Hann átti Já. bara tvíræti tíkli, hann opnar á laufi í standard. Já. Og kemur 1 spað 1 grand. Já. Það er svona líklega byrjun. En hefðu þið ekki gert eitthvað með norðurspilin? Þá er hann kannski að hugsa, ok, ef það kemur 1 spaði og besti litur hjá mér er spaði. Já. Ég sé nú bara hólka mér inn á 1 grandi þá. Sýnt 15-18. Jú, akkurat. Það er akkurat málið. Já. Nei, Ég ekki það. Og ef það gengur þannig, þá getur þetta að fara allt öðruvísi. Þá er hinn kannski heldur að sérum mitt á geta séns á geimi. já, þá held ég En- að suður eigi fyrir En ykkur. þeir náðu 300 kallinu svona. Þannig að það var Já. ekki. En þetta er nú ekki stórslís fyrir norðamenn. Tappa 3 umbum. Svo er það stundum það ekki þegar kemur opnun og svar á hættunni þá hugsaður og það er ólíklegt að ég í geim. Ég Já, ætla bara að reyna að fá töluna í bútnum þeirra. Já. Stundum hugsaður maður þannig. En Ég reikna með að ég reikna með að það gengi 1 grand hinum megin. Mér minnir að Páll sé að vinna með 1 grand. Það er bara gengi 1 grand, pass. það er spáð að það er komið lauf, sjá náttúrulega ekki sagt um Já, getum við kannski fengið að sjá sagnir þar á hinu borðinu? lauf og svar og grand. Ég held nefnilega að kannski utanhættu séu með 10-13. Palli er hrifin að því, sko. Já, Lauf, lauf spæði grand. grand. Já, þú það er rétt fyrir þér Þekkar að þið væri á utanhættu. Ég Já. hef ekki stíl hjá Palla, sko. Já. Þú hefur Ekki- spilað meira við hann en ég. 10-13 utanhættu, mögulega eru með það. En það er ekki Já, víst. en mér hefst mjög skrítið þarna hjá Kalla að melda ekki neitt. Já, hann er kannski að hugsa þetta mitt. Ef að það sá alveg opnun, Já. ef við sverum að horfa á Palla, hann er nú ekki alltaf, Það er ekki alltaf alveg þar. það er ekki endilega 12 púnta á hinn, ekki endilega 6. Nei. Það er frekar utan hættu að þessu opna létt og svara létt. Já. Pétur meldaði út úr geiminu þarna. Veldaði út úr geiminu, sko. En smá óhefnir þegar menn náðu ekki í geimi, Frímann og Reynir, þannig að þeir tapa 3 umbum í þessu spili, það er nú svo sem ekki, og þegar staðan er svona mikil, sko, þá þarf svo mikið að gerast til að, Þeir þurfa eitthvað alvöru stórt sving til já, að ná tilbaka. Það er einhver beðið í næsta spil. Þeir hafa kannski verið að fá sér kaffi núna. já, Kannski verið að skora inn landsleiknum. Nú veitum við Það ekkert hvað er að gera til. nei, það geti verið, sko, ef tím Akureyri vinnur þennan leik hátt í 20-0, þá fara þeir upp í 53 stig, Já, og þá er þeir bara nánast búin að jafna Hilton. já, vá. Og Hilton er þá kannski með 57 eftir þennan leik og það munar bara 5 stigum. Þá eru Akureyringar bara konur í baráttuna hann 4. sæti. Þeir, sko, ef þetta endar í einhverju svona, þá eru Akureyringar konur í bullandi séns á að fara áfram, sko. Já, svona er þetta fljótt að breytast. Rosalega fljótt. Hilton, þeir voru efstir hérna fyrir síðustu og eru Já. dottnir svolítið vel niður. Já, herðu, hérna er nú helviti spennandi spil. Já, suður á að gefa. Já, Það opnar líklega á Grandi. já. Þeir komast kannski aldrei, Á 16 púnta. kannski komast þeir aldrei inn á sagnir. Hérna bara, Það er opnar á laufi, já. já, eru þeir ekki að spila, þeir eru að spila eitthvað vikt grand. Það getur verið að þeir séu með 10-13 hann að Já, þeir eru líka, Grand utanhættu. já, Þannig að þeir eru með vikt grand, sko. nú sé hann að fara að lýsa 14-16 líka. Já, alltaf sé ekki 2 hjörtu sem lýsir 14-16 eða 3 hjörtu. Ég veit ekki alveg hvernig stílinn er hjá þeim. Líklega, ég myndi halda bara 2 hjörtu, það séu Já. oftast bara 14-16. Já, Það segir 3 hjörtu. 3 hjörtu og það koma 4 hjörtu og Frímanni. Já, Þeir- já. En hvernig eru 4 spaðar í vestur? 1, 2,
Það er mögulega bara það ekki bara 1 dán svona það eru fyrstu sín, en já. það er nú kannski það nú eitthvað að gera með. Já, sko, það eru bara 4 tapslægir svona beint. Já, beint. En svo það nú kannski eitthvað að Það er gera. nú kannski ekki að trompa til þess öll laufin eða Nei. 3 spaðar, já, hann hefur áhuga á slemmu. Já. Stundum væri þetta jafnvel aðeins sterkara þessi 3 hjörtu, sannlega. Já, við þurfum bara að breyta tígul kongnum í tígul ás að slemman nánast 100%. Akkurat. Það má vel tekna slemma á þetta. Já. En þeir... Það er líka góða skiptingu þannig í borður. 6-5, já. En þeir endan örugglega aldrei í slemmu, sko. Ef þeir fari í ásaspurningu, þá kemur í ljósa að vantar 2, það sem við köllum ása í spilinu. Það er að segja tromp kong og 1 alvöru ás. Já, 2 lykilspil eins og það. Og þá eru menn nú yfirleitt ekki að fara í slemmu. Hérna gefur Reynir bara 4 hjörtu sem eru örugglega veikasta meldingin þeirra. Já. Það er sama, hann heldur áfram. Já. Hann sér líka, ok, ef hann nóg marga ása, þá er þetta kannski verstafalli svíningi laufi, sko. Já. Horfir hann á. Já. Svo getur maður akkurat einspil laufi. Já. Ef hann ójafna skiptir. Ef hann á 3 líkispil, þá keyrir hann bara á þetta. Já. En nú kemur það í ljós, sko, að... Nú hann 2 líkispil og ekki trompdrottningu. Og núna ætti Frímann að stoppa. Núna stoppar það. Svo nú gætu bara verið 2 alvöru ásar úti. Gæti verið spásun og tígulásin bara beint. Já. Hann stoppar. Þetta ætti nú að vera frekar þægilegt spil fyrir Reynir. Já, hann má gefa 1 á hjarta og gefa 1 á hjarta og gefur 1 á tígul. Og tígul kongurinn ver tígulinn fyrir árás. Ásin er réttur, þannig að þetta er svona spil sem ætti að falla nema að norður-suður á hinu borðinu sé eitthvað orðið desperat, finnst kannski staðan verið orðin þung eða hafa einhverja tilfinningu fyrir að þessi orðin langt undir, þá nú kemur Ásin og svissaði í einspilið, ekki? Jú, hann veit að makkar á ekki Ásinn. Já, hann veit það. Þannig að það ætti nú að vera 100%. Reynir spurðum Ása, þannig að þú heldur á 2 sjálfum. En það er samt hvað hann var að gera annað í spili. Með mögulega heldur hann bara áfram með tígulinn og allir ekki að stytta borðið eða mögulega gæti. Já. Þannig að fjóliti trompið hann, kannski strítt honum með því að... Strítt honum eitthvað það, sko. Kristján horfir á norðuspilin. Já, þeir eru að spila 5 hjörtu hinum einn, þannig að þetta spil ætti að falla. En það er svona, þegar maður horfir á... allavega ætti að standa, en það er yfirslag. Þegar maður horfir á spilin hjá Kristjáni, sko, hann horfir á blindan, þá sér hann það, sko, að laufkóngurinn liggur fyrir sýningu, ef makkar á hann, hann svissar í spaða, það er svona... Já. Það er mesta líkur að fá slag þar og Nú er hann eitthvað að leika sér að fara inn í borð og svína eða mun hann bara niður hjartásnum og spila hjarta? Já, fyrir inn í borð og fyrir inn í borð og ætlar að svína. Já, það er bara besta mál. Já, það skiptir engu máli, sko. Það fær þá bara spurning. Hólslei. Já. Nú það Kristján leggi ekki á í næstu umferð. Þá getur hann trompa á spaða með 8 og svína fyrir 9. Já. Og spila hann bara hjarta 10 og Kristján leggur á og spila hann spaða gósa, trompa með 8 og spilar hjarta 7 leggur upp. Við stöndum. Það sé svo lengi sem það er ekki 5-0. Já, þetta var náttúrulega tíul kongin sem slag líka. Já. Það er ekki komið, jú. Hann er leiðin að fá 12 slagi. Já.
hann bara að fara yfir þetta hvort hann aðeins að fara yfir þetta hvort það sé ferðina hann í hjarta. ykkur hætta í þessu. Já, Ef maður sér ykkur að hættu þá gæti að vera að myndi bara spila hjarta á góðsum og hjarta ás og gefa eitt hjartaslag. Það er spilið tryggt. já, maður allt í lagi þó hann myndi ef hann ætti að spaða og myndi trompa yfir eða eitthvað, það verður að vera allt í lagi, sko. Það var allt í lagi. Það er samt standaða, sko. Já. Það er betra að fara varlega í þessum spilum. Já, nú spilar hann bara hjarta á góðsan og Já, nú er spurning hvað hann gerir. spurning hvort að ná einum upp á hinu borðinu. Það var alveg séns hann á 12 þarna. Já, hann gerir þetta bara svona. Hann ákveður að gefa Kristjánu bara eitt slag á hjarta og ef Laufey skildi hafi verið 5-0 eða eitthvað svoleiðis. Nú trompar Já, nú trompar hann og dundrar bara Laufunum Já, út. dundrar bara Laufunum út og ef Kristján trompar þá yfir trompar hann bara, Já, annars sendir hann bara slögum. Já. Þetta er nú það er alveg sama átt Kristján hendi, sko, hann hendi bara tíklum fram í rauðan döðan. Hann fær engan í viðbót. Nei, Reynir hendi bara, já, nú trompar hann og Þetta fjall bara. fjall. Þarna var möguleiki á að græða impa. Einn impa, já. Einn impa fyrir aðra hvora sveitina. En eins og staðan er þá hefði það nú skipt vola litlu máli. Mjög litlu. Hérna erum við komin í, hérna standa nú 4 hjörtu, sýnist mér. Eða hvað? 1, 2, 3. Nei, leikur þetta ekki niður? Það leikur allt vitlaust í. Það leikur allt vitlaust í þessu. Þú voru kannski að spila sko spaða 9 og láta hana rúlla. Það farið 2 niðurköst í 10. Það er svona eini sénsinn. Það má nú hugsanlega standa 4 hjörtu. Já. En er efnið viður í það? 13 á móti 11. Þetta er svona á mörkunum. Ég reikna nú með að Kristján gefi áskorun á þessu spil, sko. Mikið að 10 og 9 þarna í... Já, það lítur ekki áskorun. Hann veit að makka getur átt lítið fyrir einu tíkli, sko. Hann veit það. Eins og áðan á 8-10 púnta, hann opnaði einu tíkli. Einhverju hefði nú bara í standard bara gengkræfi á þetta, sko, öll millispilin og rosalega samlíkjandi honorum. Já, Kristján gerir það, hann bara gengkræfi. Hann gengkræfi. Þarna eru 2 tíklar, hefur ekkert með tíklun að gera. Spilar að nota þessa sögn yfir bara sem við ætlum að spila game og við þurfum að finna út úr í hvar við höfum að vera. Pínu óvænt kannski þegar geta opnað svona létt, það er nú bara 11. Já. En þetta svo að þetta væri það bara mestarlega svíning. Já, eða kannski er hann með eitthvað tilfinningu fyrir að staðan sé slæm og hugsa að hann þurfa að skora. Keyra á allt. Þurfa að keyra á allt. Og núna, sko, ef þeir eru að tapa 10 impum eða 12 impum í þessu spili, segjum það, þá kosta þeir impar ekki nærri að mikið eins og fyrstu imparnir sem hún tapar. Fyrstu imparnir kosta kannski 2 vinningsstig, meðan þessir impar eru kannski að kosta 0,5 vinningsstig. En nú er spurning hvort að vörnin næra stríðunum nægilega. Það kemur til að 9 frávísar. Já, 9. Það er ekki að henda góðsonum. Nei, 9. Ég hef ekki áhuga á litnum áfram. Nei. Tvistur hefði þýtt þá að hann ætti kannski 2 eða 1. Já, 2 eða 1 og hefði áhuga á stungunni. Ef það væri 9, hann vill ekki litin það væri það stórsli sem hann myndi reyna að taka kongin núna. Já, bara trompar og hendi svo tíkli í lögdrottninguna. Já, og þá byrtist gósin og 10 verður slagur. Meiri sér að gerist það, já. Þetta
Já, Þetta er besta svissið. besta sviðið. Virka nokkuð eðlilegt. Nú er spurning. Nú er spurning hvort hann reynir bara að spila lítið sko Já, á 10. Já. Hann verður að spila á góðsannum. það er freistandi að setja lítið. Makkar er að spila frá Gosan í 4. eitthvað svoleiðis. Já. Og nú getur við Eða grunaði mitt að þetta lægi allt vitlaust. Segjum að setja lítið og að kemur gósi. Og þið grunar að 10 kongur liggi vitlaust. Já. Hvort þú eigir ekki sens á tvísvinningunni í spaða. Já, ok, nú er vörnin komið með. Nú hverju spilar hann hérna? Spilar hann hjarta eða tigli? Nei, hjarta eða laufi? Spilar hann ekki, já, spilar bara spaða. Já. Vörnin komið með 3 slagi. Og fljótur þessu drottninguna. Já. Nú kemur, já, nú er eins og reynir eigi 2. Já, nú er þetta komið niður. Já. Það var ekkert annað að gera en að reyna þetta. Þetta var allavega beittasta vörnin. Já, þeir eru bara í 2 hjörtum 9 slagur á hinnuborg. Já, já, þannig að þeir eru að græða hvað 160 allavega stig. Norðamenn, það eru 4 impar, þeir eru að græða 4-5 impa í viðbót. Já. Nú er spilið búið. En þetta var ágætis game. Á 195 impar. Já, þetta var ágætis game. Já, tígullin lá illa spaðinn. Já. Þetta hefði vel getað rúlað heim sko. Já. Það var bara fínt game. Það segjum bara spaða svíningin heppnist. Þá getur þú trompað 2 spaða. Já. Eða tígullin líki sko. Já, eða tígullin líki. Þetta var bara annarkvort að tígullin sé ekki verið en 1 tapslagur. Já, út af því að hjartað hjá Kristján er svo sterkt. Þannig að gósið 10-9 er svo sterkt. Trompað hátt sko. Það var hægt að trompa spilin sko. Já. Það er græða 6 impa. Er þetta 2 niður, já? Það er 2 niður. Og 2 niður. Við mistaði einhverjum slag þarna. 62-6. Þetta er orðið svolítið erfitt. 2 spil eftir. 2 spil eftir. 19-99, 0,01. Það vantar 1 impa í viðbót til að fá alveg 20. Hérna standa ekki 6 tiglar? Norður-suður? Nei. Þú spilar laufi á 10. Ég vart að spila lauf á 10 til að fá 2 niðurkost. Já, og endur 2 spöðum. Já, og nú er spurning. Þetta geti verið sveifluspil. Þetta geti, já. Nú kemur líklegast 1 lauf hjá Runólfi. Það þýðir bara að ég á 16 eða fleiri púnta. Já, þeir eru næstu öruglega með sterkt lauf. Já. Já, sterkt lauf. Það er það sem ég myndi. Já. Nú kemur 1 tígull hjá Kristjáni, 0-7 púntar. Hvað segir hann þá? Nú veit ég ekki. 2 tiglar væri svona... Það er hún undirmelding, sko. Svolítið svona undirmelding. Það er spurning, já. Nú ætla verði ekki að segja... Þannig að sko 21 púnt. Já. Nú er hann að fara yfir þetta hvort hann eigi að segja 2 eða 3 tigla. Já. Eða jafnvel að lýsa ykkur í grandhönd. Hann segir 3 tigla. 3 tigla. Það er svona hreinlegasta sögnin. Sko, það er ekkert að móti þér til að standi 3 grönd nema kannski drottninguna smá í hjartaði eitthvað og eiginlega ekkert annað. 3 tigla kannski. Já. Nú koma bara 5 tiglar á Kristjáni. Hugsanlega 4 tiglar. Allir 4 tiglar sem ekki orðin kemur grafa hjá hann. Mögulega bara 4 lauf, kjúbit og... Já, 4 lauf, kjúbit. Hugsanlega, eða leiðinni í... betra en
Júpiter 2003 spaða var náttúrulega bara eðlilega sagnir en Já, það var já. engin vafi um það að 4 lauf væri Nei, og svo setur tígulinn og er svona með já, áhuga já, fyrir stöðlaufi já. ekki En svo- spáði að segja það Já, en svo spurning sko hvort 3 tígla sé orðið pjúra geimkrafa hjá þeim. Ég reikna nú með því að þetta sé Já, geimkrafa 2 tígla séu svona upp í upp í 19. vill að halda, þú veist, hinn haldi helst opnu Já, en þetta sé pjúra geimkrafa já, eins og þú segir sko, það þarft svo lítið, bara einhverja hjarta drottningu og kannski 3 tígla, þá er bara komið Já. fínt Það play fyrir stekkur í 5 tígla, já. Kristján stekkur í 5 tígla og nú er spurning hvað Runólfur gerir. Já, Nú veit hann orðinu tígulfitt og þarf hann ekki neitt frá makkar til að slemma hann standi. Spaða kóng eða drottning gosa í spaða og 4 tígla, ekki mikið, sko. þá er play fyrir slemmu. En við sjáum það að Kristján leitar ekki að 3 gröndum sem gæti verið sko hann eigi einhverja smá skiptingu og kannski fylla ekki upp í hálitina en Runólfur treystir Kristjáni bara og passar. Já. Treystir eða Kristján ef hann hefði átt 6-7 Hann er kannski meld að svipa með drottninguna 50 tígli og eiginlega bara ekki kongu eða ekkert annað, sko. Já, Bara, já. Hinum einu spilaði 6 tíglar. já, þeir eru að fara í 6 tígla. Já, ef það kemur Laufás út þar þá er það spil búið. Þeir standa 6 tígla Það hinum er megin. eiginlega mjög líklegt. Já, það er komið. Það er komið. Þeir hafa staðið 6 tígla hinum megin. Þannig að Tím Akureyri er að taka inn hvað 12 eða 13 nippa þessu spili. Já, Þannig að þetta er aldeilis jarðaför. heldur betur. Já. Þeir eru rosa stöðið Akureyringar. Já. En svo er spurning sko, þegar þú ert í 6 tíglum og spilar og vörnin horfir á austurspilin og þú spilar laufi úr borði og það kemur lítið, Já. af hverju fer makkar ekki upp með ásinn horfandi á einspil í borði? Er það ekki út að ná hann ekki? Já, sem sagnaði, hvað hugsaðu? Já, hvað hugsaðu? Hvað hugsaðu? Það er alltaf svaka flott vörn ef átt ásinn í laufi. Já, þú verður að vera Þessu- mjög fljótur að Já. þessu, sko. Þú getur ekki hugsað mikið með ásinn hann. Nei, og það er nú rosalega erfitt að dúkka með ása í slemmu. Það er, Já, nefnum sjáu fram í tíman, hann sé eitthvað niðurkassin. Já. Hvort er það bara að gefa, ef hann ætti kóng og gosa, kannski? Nei, hann er reyndar að horfa á gosan. horfur á gósan. Hann horfa sjálfur á gosan, þannig að hann er ekki að... Þannig Það að, er erfitt að setja... þannig að ég, Sem sagnaði hugsaðu, að nú, ég verð bara að setja 10. Ég verð bara að Bara hrósónum ef hann átti ásinn. já, Held það sé málið. og Pétur er það góðu spil, Pétur Guðjóns verið að spila þetta í vestur, og hann er það góðu spilar, hann sér þetta Já, að hann verður bara að setja 10. Sálfræðin, sko, og heldur að sé... Já, hann sér það, þú verður bara að setja 10, hann þarf að losna við spaða, sko. Einast, hún tapar að því ef að gósinu er alltaf þarna og hann var að setja lítið frá ásnum. Já, og þegar menn ná því á móti manni, þá segir mann bara góð vörn og hrósar hann stæðingur. Rætt. Það er ekkert annað að gera. Hann er spilað þetta svona. Það var bara 1 spil eftir. Það var 1 spil eftir og það stefnir í að þessi leik. Hér, ég fór hann upp með kóngin. Hann fór upp með kóngin, Og- en hann er náttúrulega bara í 5. Hann er í 5, hann er gefið bara 1 spaða. Gefur bara 1 á spaða og... Hendur að slétt. Já. Það hefur verið... Hann hefði ekki verið svona fljótur að spjöta kóngin ef hann væri í slemmunni. Nei, Hann íhugaði þetta alveg vandlega. já, þá hann farið mun betur. Það sér hann gefur mestalega 1 á lauf og 1 á spaða þegar hann horfir á Já, 5 tígla, þegar hann spila bara 5 tígla. já. Ef þú spila laufi á 10 í 6, það gengur ekki að kostar gósan,
þá nú ýmislegt eftir. Það alls konar skvísmöguleikar og svo getur við kannski hitt í spaðan Já, einhvern veginn. ef hann ætti hérna, lengdin í spaða á Laufásinn, það svona. En það má vel að segja að flest svingin hérna hafa verið bara í sögnunum, sko. Það ekki, Já, það helst þarna einmitt þegar hann fann útspili á öðru borðinu í geiminu og já, dánaði það. já, það náttúrulega kom í sögnum. Þá kom það í sögnunum, hann fekk hjálp í sögnunum. Reynir hjálpa á hann í sögnum, sko. Og það nú oftast þannig í britt, sko, þegar við erum komin á svona level hjá þessum spilurum, að þá það sagnir sem eru að... Svo voru hann að, tveir tiglar að voru doblað einn á öðru borðinu, tvo á hinu. Það var kannski... Svona vörnni var meira á tánum öðrum megin. Já, fyrstu 2 spilin. Nú erum við komin í síðasta spil. Spilið. Já. Kristján Árni á hjarta. Það var ekki bara spilu. Það góða skiptingu. Það fallega skiptingu. Og Runólfur á nú svaka að spila móti. Já, allir endi. Spurning hvort hann segi 1 spaða eða 2 tigla. Ég held að hann sé nú að þeim skóla þess að hann segi nú bara 1 spaða. Já. Nei, hann 2 lauf. Það geimkrafa. Það bara einhver óskilgreind geimkrafa. Já. Hefur ekkert með lauf að gera. Að hlera okkur á. Hún gæti, spurning hvað Kristján gerir. Hvernig framhaldið margir sem að spila eitthvað svona að nota 2 tigla sem segir já lágmark. Kannski 10-12. Það örugglega með eitthvað sögn fyrir lágmark. Hvað sem það 2 tiglar eða 2 hjörtu. Það oft líklega önnur hvor. 2 hjörtu. 2 hjörtu. Það gæti líka verið bara eðlilega með 7. hjarta, sko. Það gæti líka bara verið. Þeir eru náttúrulega með standard, þannig að þau eru kannski ekki svo mikið að sína lágmark og hámark. Heldur sína bara... Já, í sterka laufinu. Þannig. Já. Líklega hann bara hann að sína 6 lit. Já. En ég hef nú spilað sterkt lauf, það sem var með svona... Já, svona einmitt 14-15 kannski. Já. Alveg hámark. Já, mér fannst það mjög gott. Það getur verið gott að... Eina skipti sem ég hef spilað sterkt lauf. Eina veturinn sem ég spilaði sterkt lauf. Það allt svona sagnir sem sýnir 14-15 hámark í sterkar laufinu. Já. Nú koma bara 3 hjörtu hjá. Nei, hann segir bara 4 hjörtu. 4 hjörtu, já. Mögulega þýtti þetta lágmark í leiðinni. Gæti verið. Það gæti verið. Við erum ekki vissir. Það gæti verið að 2 tiglar hafi verið hámark hjá hann. Eitthvað hámark. Það sumir sem spilaði svona. Eitthvað hámark. Spilaði þannig. Veldum eðlilega eftir það. Já. Alla sagnir séu já lágmark. Það meldur ekki 2 tigla. Þannig að þeir spila hérna eitthvað 4 hjörtu. Það ætti nú bara að standa, er það ekki? Jú, er ekki tildurlega það? Jú. Núna kom nú ekki spaða út, sko, þannig að spaða... Mátt mér þess að gefa... Spaðaslagurinn í vörninni hverjur. Já, nú kemur tígull og hann flýtir sér að henda spaðanum. Já. Og spurning hvort hann trompi ekki lauf svona millitíðin. Já, byrja á að trompa lauf og taki svo tígullin. Já. Hendi svo bara... Eða taki ás kongi tigli, hendi spaða, fari núna trompa lauf. Já. Trompa aftur lauf og... Þannig að hann fær 10-11 slægi, ekki alltaf 11. Já, hann stendur þetta spil. Já, hann trompar bara strax lauf. Það er svona virkar nokkuð eðlilegt. Nota stuttlitin í borðið til að fjölga slögunum. Já. Þetta er svona með því fyrsta sem maður lærir í spilinu. Nú tekur hann ás og kong og hendi spaðanum. Já. Það vil ekkert endilega held ég taka tígull drottninguna. Það veit ekki að þetta er 3-3, sko. Nei, það þarf ekkert að vera. Það liggur ekki á því. Já, ég sem spilir bara spaða. Hann spaða og trompa aftur lauf. Það sé örugglega búin að trompa þessi lauf, sko. Trompa aftur. Hann fái örugglega að trompa laufið.
Með því að taka tíul drottningun og henda laufi þá getum við fengið á sig hjarta sem er óþægilegt. Já. En nú er hálf vandræðilegt ef hann trompar yfir. Já, spila hjarta. Já. Trompar yfir og spila litlu hjarta. Ef hann spilar sko spaða þá bara neyðist hann til að undra niður hjarta ást. Já, ég hugsa að spila í hjarta. Ég hugsa að spila í hjarta hérna til að gefa honum tækifæri Hann verður að spila hjarta. á að svína. Það er einu sensin að En reyndar, sko, já. hann spila hjarta. Nú er þetta að hugsa af hverju er að láta svína spila hjarta. Getur hann verið að sé að lega mér að svína. Af hverju er hann að lega mér að svína? Hann pottið ekki drottninguna og tvist, sko. Nei. Hann á annarkvort drottninguna fjórðu kannski, þá getur hann ekkert gert. Já. Á dögar ekki að svína. Já. Hann hugsa, þetta er svona grískgjöf eins og þetta var glæsilegt hjá Kristjáni. Hann las þetta. Hann hefði þetta að spila spaða eða spaða ásnum eða eitthvað. En hann var að gefa honum svona falska von. Hann var að gefa honum falska von. Þetta er svona skemmtilega taktar í vörnin að reyna þetta. Já, það var glæsilegt hjá Kristján að lesa þetta. Frímann sá það. Þetta var eini möguleikin til að taka spilinu yfir. Þetta var nefnilega eini möguleikin. Ef hann hefði spilað spaða á tromparinn og verður að spila hjarta ástum, vona drottningi komi. Akkur er hann að gefa mér þetta? Akkur er hann að gefa mér tækifæri á sína? En jú, þeir fengu yfirslag hinum einn, þannig að norðamenn græða 1 impa, þannig að þeir vinna leikinn 76-6. Já, vá, það er 20-0. Já, ég held að þetta sé bara staðstu sigur í mótinu. Já, maður er ekki séð svona stóra tölur. Þetta er svakalegt, sko. Þetta er bara eins og 6-0 í fótbolta, sko. Já, vá. Þetta er... Eru heldur betur konur með í keppnina hérna? Já, þeir eru núna komnir í 52,8 stig. Og Hilton er bara... Ennþá í 56,44, þannig að þetta var alvöru skellur. Já, og ef þú horfir hérna á tölunir á Frímann og Reynir, þeir eru með, það sem við köllum stundum í breytsinu, við erum bara með súluna í norður-suður. Þeir eru með 12 tölur hann í röð. Já, glæsilegu leikur hjá þeim. Alveg frábærlega að spila hjá Akureyri. Já, og mörg skemmtilegu spil í þessu í kvöld. Já, heldur betur. Já. En ef við ekki bara fara að segja þetta gott í dag, Ómar? Jú, ekki. Jú, við þökkum kærlega fyrir okkur og við sjáumst að viku liðni. Takk fyrir í dag.